hann setur mjög mikla kröfur á foreldrana og sumir fíla og sumir ekki. Hann að taka þessa foreldra og konfronta þá bara eins og séu leikmenn í búningsklefunum. Já, hann gerur kröfur og mörgum foreldrar finnst það óþægilegt til að byrja með og annarkvort bara kaupir maður þetta ekki. Ég hef aldrei séð foreldra sem eru svona vel inn í hlutunum. Ég get alveg séð það að þetta sé ekki fyrir alla. Það einkennir algjörlega foreldrana í þessum hóp. Þetta bara fólk sem tilbúið að leggja á sig og það rosalega metnaður. Iðkendurnir eru settir í erfiðar aðstæður, gefin einhver erfið verkefni sem það þurfa að takast á við, en eru þjálfaðir í gegnum það og læra þannig að bara komast í gegnum skakkafull. Og þegar þjálfunin er svona krefjandi fyrir krakkana, þá þarf að setja kröfur á foreldrana. Það til þess að foreldrarnir séu líka dálítið virkir í og skilji út af hvað prógramið gengur. Þetta sé ekki eitthvað sem þú dettur inn og út úr, heldur að þú sé sjálfur fullur þátttakandi og að barnið þitt taki þátt í þessu. Brynjar gerir mikla kröfur til foreldrana í rauninni að vera svona míní aðstoðarþjálfarar, halda krökkunum ábyrgum og minna þá að æfa sig heima og passa að skoða leiki og hann er svona að þjálfa upp íþróttaforeldra líka, ekki bara krakkana. Það skiptir rosalega miklu máli að foreldrarnir átti sig á hvað er í gangi, mæta æfingar, fylgist með og viti hvað er verið að segja við þá. Þú getur ekki sett einhverjar fáránlega kröfur á eitthvað krakka að þess að sé eitthvað bakland foreldramegin. Ég átti gott samtali eins og við Brynjar sem að tók mig algjörlega í gegn og skammaði mig fyrir þetta skíta hugafæri sem var í gangi hjá foreldranum. Við varum sko alls ekki að standa okkur. Og fyrstu viðbrögðin mín voru bara, Vörn. Ég fór í algjöru vörn og ég var fúl og ég var pirruð út í hann og svo náðum við náttúrulega bara sáttum í símtalinu og svo fattaði ég hvað hann var að meina. Og það skiptir bara ótrúlega miklu máli. Og setja kröfur á foreldrana er aldrei hægt nema þú eigir innistæðu fyrir því. Þetta er bara flókið. Þú þarft að hafa passion fyrir þessu og þú þarft að hafa mikla reynslu. Brynjar er ekkert að ætlast til þess að aðrir þjálfi svona. Þetta er bara eitthvað sem hann er að ná árangri með og langar að kynna þeim sem hefur áhuga. Ég eiginlega dáist að því hvað Brynjar tekur mikla sénsa í samskiptum við foreldra. Það eru allir, maður þekkir fullt af þjálfurum í endalaust af íþróttagreinum og það eru allir að tala hvað er erfitt að díla við þessa foreldra. Ég hef séð að það þarf ekki nema eitt óánægt foreldri til að koma óorðið á Brynjar og hann hefur lent í því en hann er alltaf að fara að halda þessum foreldrum ábyrgum af því að þeir eru svo mikilvægur þáttur í þessu. Þetta frústrerandi fyrir foreldra. Við höfum alltaf verið vön því að þetta er barnið okkar, við stjórnum því hvað er gert en þarna fá eftir einhvern annan einstakling sem segir, heyrðu, ég er að búa til prógram og mér finnst alveg fínt bara að taka þá umræðu. Að hafa foreldrana á þeim stað, að þeir vita hvað er í gangi, að það hjálpar krakkanum að barninu og alveg ótrúlega mikið. Þannig ef það er einhver foreldri sem að í rauninni gefur þessu ekki alveg nógu mikið tækifæri til þess að komast á þennan stað, þá náttúrulega er hann að setja meiri og kannski aðeins harðari kröfu á þau að taka almennilega þátt í þessu. Fyrstu vikurnar þá er þetta svo margt nýtt og svo rosalega mikið að gerast og mikið að tilfinningum. Þannig að ef foreldrarnir er einhver ef í foreldrum þá smitast það bara í krakkana. Það er ástæða fyrir því að það er ekki allir sem að höndla þetta. Sko. Ástæðan fyrir því að krakkar fara úr þessu prógrami er yfirleitt af því að foreldrarnir er ekki tilbúnir að leggja á sig það sem þarf að leggja á sig til þess að geta verið í þessu. Það er í rauninni það erfiðasta við þetta sérstaklega því að á meðan þau eru svona komast að læra á hvað þetta gera fyrir þau, fara yfir kannski svona erfiðasta þröskuldin, þá má ekki vera evi í foreldrum. Sko. En Brynjar hefur líka frá byrjun verið með mjög skýra sýn í þjálfuninni og er að deila því með foreldrum alltaf hvert þetta er að fara. Og það er ótrúlegt, ég ber svo mikla virðingu fyrir því hvað þessi foreldrar eru tilbúinir í mjög heiðarlega endurgjöf. Maður er náttúrulega ekki fullkominn og það er svo auðvelt að sjá ekki sína galla eða það sem maður gerir sjálfur kannski gæti gert betur. Þannig að maður fékk stundum svona smá olnboga. Þetta er ekki gagnrýni á okkur sem foreldra. Þetta er að hvetja okkur áfram sem foreldra til þess að sonur okkar náum meiri árangri.
af því að Brynjar Karl er með svona beinskeytta endurgjöf, þá þarf að heyra í öllum foreldrunum svo þeir geti fylgt þessu eftir. Allt þetta samtal, hann er búinn að hringja í okkur, hvernig leið Sölmundu eftir æfingu, ég var að upplifa þetta og svo geti ég haldið áfram hérna samtalið heima. Þann hringir ef það er eitthvað og bara, heyrðu, við þurfum að tækla þetta, það er bara við erum samanliði og við erum öll að vinna saman markmið hérna með hennar strák. Það er bara gengið mjög vel að fá hann svona inn í teymið. Og hann er í samskiptum við eitthvað foreldri af því hann hefur svo mikla trú á því að strákurinn eða stelpan geti bætt sig og það er náttúrulega það sem hann er að hugsa. Hann setur svona mikla kröfu á foreldrina að vera með í þessu og taka þátt og vita hvað er í gangi af því að markmið hans fyrir krakkan er svo stór. Þá er svo ógeðslega gott að hafa gæja eins og Brynjar og teymi hans til þess að, bara, mér finnst allan að vera að þetta er aðstoð, þetta er bara einhvern ákveðin aðstoð með uppeldið. Og fyrir okkur þjálfarana að eiga svona samband með foreldrunum, þetta er bara geggjað fyrir okkur. Að vera í sambandi við foreldra, þar sem þú tekur svona mikið þátt í því að móta skapgerðina hjá barninu þeirra og foreldra treysta manni fyrir því, það er eiginlega ótrúlegt að vera í þannig sambandi með manneskju og það verður til eitthvað ótrúlega fallegt. Ég get alveg sagt það frá eigin reynslu að þetta traust fann maður ekki þegar maður er að þjálfa öðru íþróttafélagi. Af því nándin var ekki svona mikil, samskiptin voru ekki svona mikil og bara markmiðin og stefna félagsins var ekki svona skýr. Í dag finnst mér bara eins og það sé ekki annað hægt af því að þetta gengur svo miklu betur þegar foreldrarnir eru all in og það virðist bara vera sem að foreldrunum líði jafnvel bara betur að fá að vera svona mikil partur af þessu og það er svolítið þannig með foreldrarna hjá Aþenu. Man alltaf treystir á kennara og þjálfara og aðra sem að koma að barninum hans svona dagstaglega, taka þátt í þessu með manni. Við erum öll bara að reyna að búa til hæfa einstaklinga og það er mjög gott að hafa Brynjar í sínu teymi.